Mötley Crüe og vonandi eru þið tilbúin kæru hlustendur því að klukkan orðin 4 og það föstudagur. Mötley Crüe eru komnir á fóninn sem þýðir aðeins eitt að FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan yndislega föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og hér á mínum stað. Beint á móti mér sitja 2 mjúkir af þessu sinni. Aðra vikun í röð Egill Einarsson fjarri góðu ganni. Síðasta föstudag þá var dóttir hans veik, hann var heima með veiku barni. Hún hefur heldur betur smitað því að nú hann heima með 40 stiga hita og hefur ekki getað gert neitt í 3 daga. Þetta nákvæmlega það sama og ég sagði þetta gerast. Já, þú spáður þessu. Ég spáði þessu og ég held meiri saman þetta ná að veikja okkur líka. En við sluppum. Já, hann náttúrulega kom með okkur á föstudagskvöldinu en hann smitt með okkur ekki sem betur fer en eiginlega út að hlusta, láttu þið batna kallið minn. Hann heima veikur en það komin góðu maður í hans stað, eins ólíkur honum að hægt að vera. Rikki G sestur aftur hér í heitasæti. Verður velkomin, Rikki. Takk. Þetta líst mér vel á. Hvað segir prins Rikki í dag? Herðu, hann bara gæti ekki verið betri. Það gott að heyra. Þetta nýja Nikki hans? Hefur að byrja að kalla hann prinsinn? Já, það öllu skáraldur en hittiðu nefnir. Rosalega margir sem kalla hann fasteignasalan. Já, sko, mér veist það líka ekkert slæmt viðnefni, sko. Nei, það ekkert allir sem fatt að þú ert frekar að kalla fasteignasalinn en kleinurhringurinn. Já, kleinurhringurinn ekki samt. Ég held ég vilja frekar að kalla kleinurhringurinn en fasteignasalinn. Já, prinsinn og fasteignasalinn. Ég hef aldrei kallað Rikka G kleinurhring. Nei, ég held að hef ég gert það. Það aðalega Egill Þú kallar mig Kleinó. Já, ég kallaði Kleinó. Það eiginlega verra. Nei, það finnst mér hljóma bara eins og okkur endakall í bara tölvuleik, sko, bara double Kleinó. Já, það svona eins og að sé búið staðfestan. Það eins og sé búið staðfestan heiti kleinurhringurinn og þú ert komið nickname með Kleinó. Ertu að grínast? Þetta algjört nafn svona bara, hey, láttu mig vera. Veistu hvað ég þekki? Veistu hvað ég þekki? Ég þekki Kleinó. Hann getur komið þetta 5 minútum og tuskaði til. Þetta bad boy nafn. Gefur þú Kleinó grænt, Rikki? Nei, ég gef Kleinó alls ekki grænt. En prinsinn og fasteignasalinn, við erum allir sáttir. Prins Rikki, ætlaðu að fara að vinna með eitthvað, endilega. Prins Rikki. Við erum með rosalega þáttandagur í dag, kæru hlustendur. Ég náttúrulega glemt að spyrja þig, Steindi. Þú ert náttúrulega fyllandi fínn og fróndi góður, ekki? Já, jú, ég myndi segja það. Ég var í dag. Ég fyllandi fínn og fróndi góður. Já, það spenna í okkur. Já, þetta stór dagur og þetta svona, ég veit ekki hvernig þetta líkir þessari tilfinningu þegar maður að fara að frumsýna eitthvað. Það þess að Steypustöðin frumsýnd í kvöld klukkan 10:09 í opinni dagskrá á Stöð 2 sem svolítið skemmtilegt. Já, maður alltaf skítstressaður, maður vill að allir taki vel í þetta og þetta svona barnið okkar með og maður vill að, þú veist, þetta alltaf stressandi en maður meira spenntur. Það búið að fara svo mikil tími að skrifa þetta og leika þetta og bíða þetta þannig að það mikil spenning á gangi. Ég vona að hlustendur og áhorfendur hafi gaman að. Já, ég vona það líka og ef þið hafi gaman að, það væri nú gaman að þið myndu hendi ykkur inn á okkur samskiptamiðla og peppa okkur. Við eigum það skilið. Ég slefti fórsendingapartíinu ykkar til þess að eiga þetta inn. Mér finnst Rikki G tímdi ekki, ég bauð honum, hann tímdi ekki að horfa á fyrstu 2 þættina því hann vill eiga á bara á föstudagskvöldum. Þetta Kleinó eins og ég þekki hann. Nú sé ég eftir því eins og þess. En við erum með fantagóðan þáttandagur í dag og frumsýningin á Steypustöðinni í kvöld tengist svolítið þættinu því að við fáum góða gesti. Hún ætlar að koma til okkar María Guðmund sem leikur í seríunni og við ætlum að henda henni eitthvað hressandi símtal. Saga Garðars og Ágústa Eva koma líka. Pæli því, þú kastar þessu svona casual fram, sko. Þú veist, María Guðmund, svo ætlar að mæta og svona. María Guðmund 81 árs gömul. Já, legend. Og hún sko góðsögn, hún hressari en nánast alla konur sem ég þekki. Hún sko ógeðslega snillingur. Hún sagði líka við þig að hún væri til í allt. Já, hún það. Ég var að spája nefnilega að henda henni bara í óþægilega símtali. Hljómar þetta fara. Og svo ef við láta Sögu og Ágústu keppi í einhverju. Jú, við láta þær keppi í einhverju. Þannig að þetta veistlega, en þú verðum að koma inn á þetta því að við erum svona búin að vera að hamra á Steypustöðinni. Þetta nú svona þema í þættinum. En við fengum það í gegn. Við vorum grjótharðir í morgun. Við fórum og vældum í öllu fólkinni þetta og fyrsti þáttur verður sýndur í opinni dagskrá. Já, við komum þetta inn á það. Já, hár rétt er. Það er bara hver sem er sem getur hort og það er engin afsökun. Nei. Það er engin afsökun. Ef við hittum það morgun, horfum ekki að þáttinn. Það er hættur að tala við þig. Það er hættur að tala við þig. Við erum líka styrtaða staðreyndir eða hrossaskítur. Býtu hvað stendur hérna? Augljósa staðreyndir, það er að koma aftur. Það er verið að síni stað. Þetta er gott frí. Já, það var svolítið fyrir prinsinn. Ég veit að hann er gaman að það. Einn af mínum uppáhaldsliðum. Ok. Það er að vera vel augljósar þetta. Býtu, nú skil ég ekki alveg ekki. Þú talar að þú ætlar með spurt og svarað. Hárrétt. Hvað er það sem sagt eitthvað? Frétti snemma í morgun að Egill var heima veikur og þá fóru bara spurningar að þú ert ekki að treytast. fara að gera þetta eins og Egill það.
Ég veit ekkert, ég þarf bara að opna pósthólum mitt á eftir því ég er strindast inn. Prinsinn búin að vera að fá mail send. Akkur er þetta yfir hérna? Akkur fær hann bara að lesa þetta á eftir? Ef að Kleino ætlar að fara að taka eitthvað svona sama rugl og Egil gerir í spurt og svara Þetta byrði að kalla hann fasteignasalann eða prinsinn þá látum við hann heyra Það er ekki þannig, ég meina ég er bara að fá þetta senda bara byrja að drítast inn póstar bara leið og fréttist að ég er fyrir Egil Banna að skjóta sendibor Svo erum við með spurningakeppni, við erum með flottulega keppni og ég veit ekki hvað og hvað, það er nóg að vera hjá okkur. Alls konar rugl hjá okkur í dag. Gæru hlustendur, enda föstudagur. Það eru allir í gír. Þetta er nú kannski ekki Allir í gír? Hvað er þetta? Hressasta lagið á stöðinni en þetta er eitt flottasta lagið á stöðinni í dag. Þetta er ekki bara eitthvað I like to move it Af því að það lag er viðbjóður. Þessum snilling Rihanna með Love on the Brain Ívar Guðmunds eitthvað að grænja á Twitter að þetta sé ekki nóg hresslag í byrjun, þetta er bara svo flott lag Ég er alveg sammála Ívar Guðmunds er að spila á móti Sól á bylginu, þetta er eftir mig ekki Það er reyndar maður sem er á aldrei að rífast við það er Ívar Guðmunds, það er one hell of a man og þegar getur líka bara lamið okkur í klessu Léttilega, en það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð, hvernig líst ykkur á það? Er þetta brakandi fest erlendslúður? Já, svo er þú, er Íslands slúður í dag? Nei, það er ekkert Íslands í dag Það er í pásu En það eru brakandi feskar augljós og staðarindir í dag Já, gott að heyra Ég ætla að byrja slúðrið á fólki sem er nú ekki mikið í slúði pakka FM 95 blöð Það eru Tom Jones og Priscilla Presley Tommy, hvað er við sem að Tomma? Hann hefur nú hent nokkrum nærbuxum af sviðinu gegnum tíðina Hann er, þau eru byrjað að stinga saman nefjum Pæli því að henda nærjum Var hann að henda sínum eigin nærjum? Nei, það eru bara konur sem að trublast í salnum og henda nærbuxum upp á sviðinu Þetta er rosalega steikt Það hefði samt verið astnalega að hann verið að henda sínum nærjum Það eru klekkur að það, ég hugsa að ég þegi það líka Hvað? Þú er líka meistari sko Myndir þú þykja nærbuxur af Tom Jones? Er Tom Jones meistari? Alveg 100% Af hverju heldur hann sé meistari? Hann er bara stórkostlegur Er það að tröflaði í þessu? Hann sé meistari En það Rikka G langi bara eiga nærbuxur af Tom Jones Það er að tröfla mig Mér finnst bara að fyndið að vera að kalla eitthvað meistara En byrju langið að eiga nærbuxur Þetta er bara einn af mínum uppáhaldsmönnum Jú, ég myndi hyglast þegar ég myndi henda nærbuxunum sínum á sviðinu og ég myndi grípa, ég myndi alltaf eiga þess Hvað ætlar að gera við þess? Bara geima þess, setja það upp á vegg ég myndi alltaf ekki Þetta er fullur Þetta er upp á vegg Nei, sko, eiga nærbuxurnar Tom Jones Rikki G, fullorðin maður ég næs ekki En allavega svona síðar boxenari hangandi á nagla inn í stofu Alveg sama hvernig það eru Bóttið svona loðfeldi eða eitthvað Jæja, allavega, þau eru eitthvað að hittast og eru fann að stinga saman nefjum og óskuðin bara allsins besta hún náttúrulega, þetta er fyrirvændi eiginkona Elvis Presley, hún Priscilla þetta er, hún kann að velja á þetta er allt legend hundlega slúður í besta afsökun og eina sem var skemmtilegt við það Rikki G, hann langar til að eiga nærbuxurnar hans Já, og hann er meistari Já, en það er ekki allir að stinga saman nefjum sumir að skilja og ég valdi þessa hér ég valdi þetta slúðudrengi því að mér langar aðeins að ræða við ykkur þennan leikara Nei, við erum ekkert að fóra til skilna fóreldra minna eða skilnaði per se við erum bara að ræða hérna hann Cuba Gooding Jr., hann er að skilja núna Já, byrju, hvað varðum þannig? Akkurat, þau eru búin að vera saman í 22 ár gift í 22 ár, hann og hún Sara Kapfer en þau eru að skilja og eiga saman 3 börn yngsta er 11 ára síðasta mynd sem ég sá með Cuba hvað er hann búin að vera að gera? Ég held að það hafi verið Rat Race Er það ekki samband eða hann er aftur orðin the thing sko Hann var náttúrulega í O.J. Simpson góður þar reyndar þetta var vel gert ég að munna eftir því Ég hef aldrei verið mikill Cuba maður sko Já, rosalegur í Jerry Maguire Show me the money Já Hann var geggjaðar, hann vann Óskarsvelun fyrir hann sko Já, ég minna þú veist, jú, þú getur gefið mönnum stittur, það er vinstrið þú vilt en Cuba Gooding Jr. var líka rosalegur í Boys in the Hood, mann sættir henni Jú, hann var geggjaður í Boys in the Hood og hann er geggjaður í Jerry og öllu þessu en svona Æjú, ég tekið tilbaka Hvað er þetta ekki Team Cuba? Jú, ég er svo sem í Team Cuba Það er svolítið erfitt að vera Team Cuba í dag því að fyrir utan þessu O.J. Simpson þætti þá hefur hann bara verið að leika í einhverjum svona hundasleðamyndum og eitthvað svona viðbjóð Hann er ekki upp á sitt besta í bíómyndunum, er þetta ekki sammála því ekki?
Ekki í bíómyndunum, en það eitthvað á leiðinni með honum. Ég eins og segi, ég Kúbamaður. Ég ætla til bíómyndina Ég náttúrulega Kúbamaður, en það ekki endilega það ekki að vera Kúba Junior, Kúba Libre. Já, kannski, góða punktur. Mjög góð drykkur. Og svo það, George Clooney, hann verið að pappi fyrsta sinn og það svona huggað mig fyrir, mann á fertugsaldri sem ekki búin að eignast barn sjálfur. Hann eignast tvíbura með, eiginkonu sinni Amal og þetta verða hans fyrstu börn. Auðvitað eignast hann tvíbura. Ég held að George Clooney verið góðu pappi. Hann enda, hvað hann gammal? Hann verða 60 eða? Hann komið vel á 60-saldurinn. Það ekki? Jó. Það eini skellurinn í þessu að þegar þau eru útskrifast þá hann að deyja. Hvað hann gammal, segir þú? Ég held að það sé að vera 60 kallinn, sko. 60? Það ekki? Já, hann búin að vera gráhærur í 30 ár, sko. Hann að fara að hendi bara í tvíbura. Já, hann lítur vel út samt, verðum að gefa hann það. Þetta eitrað töffari. Já, en það sko, það mjög mikið vesen bara að hendi tvíbura. Bara, sko. Já, þau eru ekki að flæðiskeri stöð. Þetta ekki eins og að vera eignast tvíbura bara hérna í einhverju blokk á Íslandi, sko. Þetta George Clooney. Já, tengist ekkert peningum, þetta bara vinnan. Þetta erfitt. En fá örugglega aðstoð. Já, allir ekki. Þau alveg ekkert börnin sín upp. Ekki að núti. Það ekki? Jú. Nei, þau þekki börnin ekki neitt. Þau bara sveiflaði fram á okkur glanstímaritu svona til að sína. Jú, þetta kallir gert, sko. Svo þetta bara því hendi ykkur butler bara og gefið smá burgers. Og sjáðu það ekkert svo bara? Nei, þetta ángríns. Þetta bara butler og burglers? Þetta í alvörunni, þetta algjört 500 kall og láttu þau hverfa fyrir mig. Þannig að farðu og keftu þau nammi. Komdu svo aftur bara í kvöld. Þú ert reyndar held ég að lýsa þér þarna, Steindi, ef að þú væri moldríkur faðir. Það samt ekkert allir í þessu. Það ekkert allir bara, herðu, það 500 kall og bara butler og burglers. Nei, þú veist, ég ekki að segja það. Ég bara svona ég veit það ekki. Nei, svo slúðrið búið, en ég ætlaði bara að spyrja ykkur, eru þið búin að sjá nýja traileri með Kaleo sem fyrir Logan? Já. Úlfurinn, rosalegt. Way down we go. Kaleo. Kaleo með lagið í trailerunum. Já, way down we go. Heldur betur að megaðastrákandir og við óskuðum til hamingju með það. Hér strax eftir auðlýsingar förum við í hvort mundur frekar og svo eru góði gestir á leiðinni í stúdíó, þannig ekki voða ykkur að skiptum stöðum. Gull léttur kynir Hlustendaverðlaunin 2017. Nú kjósa hlustendur FM 957, X 977 og Bylgjunar ásamt notendum tónlist hvað stóð upp úr í íslenskri tónlist á árinu 2016. Kosningin hafin á fm957.is og á Vísi. Föstudaginn 3. febrúar verða hlustendaverðlaunin afhent á glæsilegri tónlistarhátíð í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskólabíó. Njóttu íslenskra tónlistar og taktu þátt. Hlustendaverðlaunin 2017. Flottasta tónlistarpartí ársins. FM 957, X 977, Bylgjan og tónlist. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skilar sér til þín. Gull, okkar bjór. Léttöl. Paramount kynir Sandy Cage is back. Could I ever leave? Vin Diesel mættur aftur. I need the good, the extreme sem Sander Cage and the completely insane. Fullur skammtur af hasar, spennu og flottum áhættuatriðum. Damn, it feels good to be back. Triple X, Return of Sander Cage, komin í bíó. American Bar kynir Liverpool á móti Swansea og Manchester City á móti Tottenham. Boltaöl og kjúklingavængir á boltatilboðun okkar. American Bar, staðurinn þinn. 13 króna afsláttur með dælulyklunum í dag. Atlandsolja, lykillinn að lægra verði. Útsalan í fullum gangi í Tech Company og Habitat. Alltaf 50% afsláttur. Komið og gerið frábær kaup. Tech Company og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Public Disco Bar með Clever Boys. Barþjónar Pablo Disco Bar taka yfir barinn á Public House laugardaginn 21. janúar. Vámonos, baila baila. Útsölu lok, alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða og Eirberg Kringlunni. Í tilefni bóndadagsins 20% afsláttur af blómöndum í dag til N1 korthafa. Hvernig væri að gleðja kallinn aðeins? N1 hluti af skemmtilegri hefð. Enski boltinn, spænski boltinn, ameríski fótboltinn, tippaðu í beinni. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegri. Það
Það jafnast ekkert á við eldbakaða pítsu, bökuð með ástríðu úr gæða hráefnum. Castello Pizzeria sími 577 33 33. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Herramaður alveg með þetta, hann heitir Ed Sheeran og Íslandsvinnur, brendi sér eitthvað illa þegar hann var hérna á landið daginn. Hendi sér eitthvað hver og hann var heitur en annars hrósaði hann Íslandi. Fannst hákarl viðbjóður og þegar maður fyrir að hugsa út þá var þetta eins og þetta hafi bara ekkert verið alltaf góð ferð hjá honum. Brenna svo einhverjum hver og étandi hákarl en hann allavega aðdáandi Íslands Svona orðað þannig, hann það. En ég minn ykkur á að Steypustöðinni frumsýnt í kvöld á Stöð 2 í opinni dagskrá klukkan 10:09. Við höfum alveg að koma nokkru sinnum inn á það í þessum þætti. Hárrétt hjá þér. En ég var að spæja að fara núna í hvort myndirðu frekar. Hvernig líst ykkur á það? Það hljómar mjög vel. Ok, þetta er ekki flókið, það eru 3 spurningar sem ég spyr drengina. Þeir segja mér hvort þeir myndir frekar að gera hitt eða að þetta. Og fyrsta spurning, drengir, þið eru sem sagt með líkama ykkar bara eins og hann núna og lítið út alveg svo verið, en eru þið að velja að vera annarkort með þroska við 10 ára eða 80 ára gamla mann, hvort myndið þið frekar? Við lítum svona út. Já, þetta er bara basically þú vaknar á morgun, þú ert annarkort með þroskan á við bara þig þegar þú varst 10 ára eða þig þegar þú verður 80 ára. Sko Ég alveg með þetta. Nú, hvað segir Rikkin? Ég myndi vilja vera með þroskan á 10 ára því að þegar ég var 10 ára þá er ég er basically að gera það í dag sem ég var að gera þegar ég var 10 ára. Já, ég meina það væri lítil breyting. Hvað fannst það, er það að gera sama í dag og þú varst 10 ára? Já, lýsa fótboltaleikjum. Já, og borða hór og eitthvað. Lýsa fótboltaleikjum? Hvaða fótboltaleikjum varst þú að lýsa þegar þú varst 10 ára? Ég var alltaf út í garði þegar ég var 10-11 ára, þá var ég alltaf út í garði á morgnana hjá ömmu og ég var alltaf að lýsa sjálfum með því ég var út í fótbolta. Ég er sem sagt það var pínu vandamál sko reyndar. Var það vesen fjölskylda? Já sko, ég fætti alltaf svo snemma á morgnana. Varst alltaf út í garði að lýsa sjálfum? Já, ég var alltaf bara Við dreymdi ekki verið aðtöðum í fótbolta eins og mörgum. Nei, ég var bara að lýsa leikmannum og var að gera sjálf og var að skjóta sjálfur á markið og það var, þú veist, David Beckham var með aukaspyrnu og öskra alltaf Treystu mér, það var ekki vesenni við þetta, það var ekki að því að varst aðeins of snemma. Nei, það var nefnilega vesen því að einhvern tímann kom nágranni og bankaði hjá henn og spurði, þú veist, hvort að Ég er sammála Steinda, það er ekki vesenni í þessari sögu, það er ekki að þú hafi verið of snemma mótnana í þessu. Hvort það var viss maður að kleppi laus? Nei, það er nefnilega, að því við komum að því sko, það var nefnilega nágranni ömmu sem spurði hvort að Ég held að það sé frekar vesenni hvort þú hefur bara komið alltaf snemmi innan heim. Hvað ertu, einhver rosalega fyrirbyrðu? Það er allt með fullið 5 mánuði. Nágranni ömmu spurði hvort það væri eitthvað vandamál hjá mér og amma fór að koma út á Svalur og hlusta og spurði hvort ég ætti einhverja vini og spurði og sagði við mömmu sko hvort ég þyrfti að hitta eitthvað sko. Þetta var til sálfræðings bara. Þetta er eitthvað besta saga sem ég heirt. Rikki G, hann var byrjar að lýsa fótboltaleikinn 10 ára. Hann dreymdi ekki bara aðtöðum að sjálfur, heldur bara að vera lýsandi. Þú ert living the dream, Rikki. Já, ég myndi bara vilja vera 10 ára. Ég er líka Í þetta skipti ætla ég að henda mér. Ég myndi vilja vera 80 ára. Já, er það ekki skynsamál? Ég meina María Guðmunds vinkonungar sem kemur þetta smástund. Já, hún er í topp standi. Já, ég væri bara Þannig að þú vilja 80, en sko Rikki þegar maður er 10 ára. Ok, mér finnst þú verið að taka svolítið easy way að þú vilt vera 10 ára því að þú varst að lýsa einhverju leikjum í garðinum hjá ömmunni þú varst 10 ára. Nákvæmlega. Bara, ég meina, þú átt konu og barn. Hvað heldur að þessi einfaldingur sem var út í garði að lýsa, getur hann bara alveg barn og verið með konu? Hvað en Steinþór að vera áttræður? Já, nú ætlum við að setjast og horfa á fréttir. Ég mun ekki breytast neitt. Ég væri búinn að breytast. Ég heldur þú verður ekki eins og 80 ára gammal. Hvernig heldur ég verið? Dónýtur á morgnana Ég heldur að ég vakna hann dónýtur á morgnana. En heldur bara, ég næ ekki úr með myndinni að Rikki G eins og hann er núna en með þroska við 10 ára. Minna, Rikki G er góð vinur minn. Myndi maður enn að hanga með það? Ég gæti það ekki. Ég var bara að hanga með barn. Hann myndi bara vilja horfa á 3 Ninjas og horfa til gamlisleik þegar þú vilt bara fara á einhverja mynd í bíó. Ég var að leika eftir Arnarskotinu og ég kunni alveg orðið
beðinn að lýsa og ég sagði bara, þú veist, ég tók alveg öskur og allt það, sko, þetta var alveg tilfinning í þessu, sko. Já, ég bara, það var ekki eina sem þú gerðir, þú varst 10 ára, ekki? Nei, ég var mikið í þessu. Ég myndi að vera að hanga núna með 10 ára krakka. Það er vesen, sko. Já, reyndar, jú, en þú veist, ég var samt alveg bráðþroska, ég var alveg komið með hugsanir og svona, þú veist. Hugsanir? Já. Fára punkinu? Það var allir konum með hugsanir 10 ára. Já, þú veist, bara svona sem svona eldra fólk vera að pæli. Ég var mjög gömul sálvist. Hvað varstu, orðin graðu 10 ára? Nei, ég er ekki að tala um það. Nei, ok. Ekki fara út í eitthvað viðbjóðunar, ekki. Það er næsta. Rikki valdi 10 ára, Steindi valdi 80 ára. Hvað myndið þú velja, kæri hlustandi? Ég held að ég tæki 80 ára sjálfur. Næsta spurning, og þetta er gaman að fara í þessa því að þið gætuð hvorugt. Ég sé hvorugan ykkar sem hvorugt. Ekki segja aldrei. Aldrei segja aldrei. Hvort myndið fyrir ykkar vilja gerast bóndi eða sjómaður? Persónulega Þið myndið höndla hvorugt. Ég ætla bara að leiða þetta strax. Ég myndi höndla bæði. Ég myndi höndla bæði auðvitað. Mjög auðvitað. Rikki, við gætum það aldrei. Við gætum rúlað. Ég er eiginlega uppalinn á sömurinn að mörguleiti sveit, þannig að ég myndi rúlaði upp. Ég er sjóma. Ertu með sjóma? Sam og ég. Hefur þú séð með æla borðið í Herjóli? Eða mig? Ég held að vera þannig sjóma að þau varum svo mikið að viðbjóða í maðanum. Nei, það mætti haldið var ættar að vestan. Ég get alveg tekið öldurnar og ég get verið í brælu í Herjóli og allt, sko. Herra, ok, ég veit ekki hvað hittur þið haldið séu, hvort myndið frekar taka? Sko, máli er að þetta er erfitt. Sko, kostunum við að vera sjómaður. Þá getur allavega, sko, það er næðið og allt þetta. Skilur, þú bara ferði ykkur túr og svona, en bóndinn, ég verði að taka bóndan. Það eru dýrin. Ég var alveg til í að vera inn í góðu fjósi, moka flórin. En það er samt sko 6 á mótnana alla daga bara, það er ekkert frí. Þú ert ekki að fara bara að Kentucky. Verður bara þannig strax, sko. En nútíma bóndi er ekkert í þessu. Þeir eru aðalega bara í kaffipásu. Nú, hvað er þetta allt bara tölvustýrt núna? Þetta er bara, já, þú veist ég. Það vona sem einhvern bónda hlusta á þér núna. Já, hann er auðvitað brjáláður til mig. En máli er að, ég held þetta sé báða vinnundar, ég held þetta sé 90-10 kaffipásur. Nei. Ég myndi taka bóndan, ég myndi vilja vera heybóndi. Glæsilegt, þá vitið það, þeir tækja frekar báðir bóndan, gætu hvort held ég. Og þetta er að mæta þannig heim í karakter. Það voru það. Glemdi þessu fastegnasalam. Heybóndi. Kemur drullu skítuðu maður eins og fugla að ræða með einhvern gaffal, hægasti mín, heyrðu með strái á milli tannana. Alveg til ekki allt, sko. Svo hökkulbæri film. Það er bara mjálta konuna. Það er komið að 3. og síðustu spurningunni í kortmynduru frekar í dag. Og hún er svolítið, mér finnst hún frekar bara svona ókýrslega texti. En ef við yrðuð, bara það er byssa við hausinu okkur, kortmynduru frekar, reykja krakk kókain, eða láta sprauta ykkur með heroinni. Ég myndi bara segja pull the trigger. Nei, það er bara ekki bóði. Ég myndi bara gera bæði og myndi rétta mér þetta núna, sko. Nei, ég er að stríða ykkur, maður. Ég ætti að klikka krakk, kóka ég er að taka Þetta ekki farið ykkur aðeins vægari efni. Nei, við erum hérna í leik sem heitir kortmyndur frekar. Ég myndi reykja, ég hrættu við nála, ég myndi aldrei láta sprauta mig. Þetta sé þetta alveg það verður vesen að láta sprauta sig. Já, ógeðslegt maður. Hræðilegt. Krakk, kókain, hvað er það blanda sem eitthvað sens eða? Já, það er bara crack cocaine, krakk, en það er það ekki ódýrasta eitulega þarna til Bandaríkjanna? Þú ættir að vita það? Nei, ég hef aldrei það. Ég hef marga galla á ég og fíkill í mér, en sem betur fyrir er nú lausa þetta allt. Já, ef það er ódýrasta fíknefnið á þér, þá ætla ég nú að taka nálina. Já, ég myndi, ef ég ætla að fara, ef ég var að fara að dýfa mér, bara hoppa fram fyrir mig, bara ef ég ætla að fara. Og snýst þetta pening þá alltaf? Nei, ef ég ætla að fara að dýfa mér í botnin, þá myndi ég allavega vilja gera það á okkur fancy hátt, sko. Jæja. Það ekki, við erum einhvers staðar upp í einhverju svítu, með 80 nálar í bakinu. Finnst þér bara hálf ógeðslegt að ræða þetta? Já, ég er bara verið að taka undir það. Þetta var gott, mynduru frekar. Hér á FM 95 Blöð, á FM 957 og við vorum eiginlega bara að ræða hér allt lagið bara heybóndan með heygafælun. Heybóndi, þeir voru ekki að fatta mig, sko. Hvort að Rikki geti komið með heybóndan í næsta roleplay á heimilinu. Já. En hvað
má ég bara spyrja, hvað heybóndi? Heybóndi? Er það bara bóndi sem sér bara um hey? Eða? Já, þú veist, þetta er bara svona, þú ert bara að slá grasið, safna heyböggum og... Bara eins og allir bóndar? Já, ekki, þú getur sér eftir þessu. Ég myndi vel eiga bara að reisa hektara bara gras, af því að þú veist, ég hef alltaf verið, svona nýslegi gras á sumri, svona pínlítið kveikt í mér. Þú ert rosalega sérstök dýpar ekki. Kynferðislega? Nei, ég segi það ekki. Bara glaður? Ná, bara svona eitthvað. Það kemur svona eitthvað fyrringur í líka. Ég tek nú alveg til það að heyri ágæti sláttuvel, heyri góðri sláttuvel og finna nýslegið grasið, finna lyktina alveg. Þetta er algjör, þetta er sumar. Já, það er eitthvað sem kveikir í mig við þetta. Og ég var til að séröfa mig í þessu. Ég er líka góður heybóndi. En hvað, þetta er náttúrulega bara traktor sem keyrir og fyrir bakka. Þú ert ekkert eitthvað með sveiktur úti með eitthvað Þetta er svo skrítir ekki, þú ert svo skrítinstund. En topp maður, það tek ég ekki þér. Það styttist hér í Sögu Garðars og Ágústu Evu. Þær eru hér rétt og komnar. Hvað þarf að láta það að gera? Ég var að spá hvort þau hefum ekki að láta þær hringja og vera að biðja hluti frítt sem þær. Það er alltaf svo óþægilegt símtal. Veistu hver ég dæmið það? Já, segjum líka að verða að taka veistu hver ég þannig að þær eiga að syngja eitthvað og reyna að nýta Instagramið sitt og snappið og... Já, reyna basically að fá eitthvað frítt út á nafnið. Hafið þið eitthvað tekið á B5 blöð? Hefur þú tekið, það er beilur þú hefur komið, veistu hver ég fæði ekki að fara inn? Já, sko, ég er náttúrulega bara að labba hann inn með auðvitað bjóð, þannig að það getur ekki, hann lítur að vera hann ef einhver hefur... Nei, ég hef ekki tekið veistu hver ég held ég hef bara ekki sagt þá línu ever held ég, vonandi. Allavega ekki með full FM, orðuð á þannig. En Steindir eins og var mjög grimmur við að ringja og byrja þessu luti frítt af þeim sem Steindir Junior. Í alvörinni? Mjög líkið. Það er ekki símtalið sem að fara henni. Ég held þessi eini maðurinn á Íslandi sem er ekki út og sponsaður í drasl. Ég veit ekki í hverju ég er núna eins og. Það er svo klætt í myrkri, sko. Þetta gefur nú hörðustu frá Ríkanum. Já, ég er enda með svona, ég er með svolítið sérstakar tísku í gangi, sko. Ég er að vinna svolítið með layer on a layer. Varst þú ekki alltaf að kalla það tískuterroristin? Jú, ég kallaði tískuterroristina því að ég fór alltaf út eins og ég væri ekki að fara að hitta neitt. Ég var alltaf í sikkurum soknum, í ykkur joggingbuxum, svo kannski í hettupeysu, annari hettupeysu yfir hana, svo rendripeysu, svo það er nú samt alveg pínu breytt í tímar, þú erum farin að hugsa fötin og svona. Voða lítið, samt, sko. Ég bara, mér finnst leiðilegast í heimi. Ég veit ekki neitt leiðilegra en að lappin í Kringluna eða Smáralind og svona og fara að skoða og þetta er bara leiðilegast ég geri. Ég fer inn í þessa... Vesla föt? Já, og bara vesla. Ég vesla... Ég tek þetta alveg inn ég ger þetta í lágmarki, sko. Ég fer ekkert inn í Kringluna bara af því bara, sko. Það er bara því að ég verð að fara inn bara á fjölskylduna, rífa mig inn og ég er alveg í rugli og minn svo heittan inni og margir og ríkar þetta, sko. Leiðilega sem ég gerir það er að taka bensín. Það er sennilega ekkert jafn leiðilegt. Það er svona top 3 leiðilegustu hlutir í heimi. Og þurrka sér eftir sturtu. Það tapar það ekkert, það er svo leiðilegt. Það er náttúrulega alltaf að bíða eftir að mynd byrji í bíó fer mest í töðunum og bara að bíða. Hvað mér finnst það æðislegt að sitja og horfa á sveppakrems auglýsingar í 20 mínútur. Það er æðislegt. Það er ekki ekki. En já, það styttist hér í stelpunar. Við erum líka að fara í spurtið að svara hjá Rikka sem að mér finnst alveg mjög steikt. Mér líst bara ekki nógu vel það. Svo eru augljósa staðrendir. Ekki gleym alltaf að taka þær fram. Það verður Mr. Selfridge-bettin, hann er vonandi klár hjá þér. Já, en ég veit að það eru nokkri brjálaðir út af það er ekki íslensk slúður í dag. Já, sko, eins og ég segi, það mun koma. Gull léttöl kynir. Hlustendavelunin 2017. Flottasta tónlistarpartí ársins í beinni útsending á Stöð 2 frá Háskólabíó föstudagskvöldi 3. febrúar. Komdu á vísir.is til að kjósa það besta í íslenskri tónlist á árinu 2016. FM 957, Exi 977, Bylgjan og tónlist. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Yes, it has to be you. Nýr Kristall hefur verið valinn af þjóðinni. Límónu og jarðarberjakristall er frískandi góður og svalandi. Það sést hverjir drekka Kristall. Endalaust úrval á glæsilegum gluggatjöldum. Vóg fyrir heimilið Síðumúla 30. Boltinn í beinni á 20 sjónvörpum og breiðtjöldum. Boltabjór og kjúklingavængir á tilboði. American Bar, staðurinn þinn.
Latín Sundays á Burro 4 réttir á 3.990 og Casillero del Diablo. Burro, Ingólfstorgi. Nýbakaðar belgískar. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Kíkt í vöfflu. Nú færðu tópas með fjallagrössum. Tópas, ferskur andvari. Fimm í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Vinnir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Öðun Blöndal og Rikki G, prinsinn, fastegnarsalinn eða Kleino. Egil greið heima veikur maður. Egil veikur, greið skilum bara það. Reyndar, ég verða að vera smá eigingjarni. Mjög ánægður hann hafi ekki náð að smita okkur áður en hann laðið sjálfur niður. Já. Það hefur verið skellur. Sammála. En við ætlum að fara að henda okkur straka núna í og mér líst svo ríkalega illa á þetta. Rikki, segðu það bara sjálfur. Sko, hún var svolítið skrítin hér síðast keppni. Hún var ekkert skrítin, bara nákvæmlega svo Gilsan hefur verið að gera. Nei, þetta var bara ekki nákvæmlega eins. Hún var furðuleg hér. Þetta geggjuspurningakeppni í dag. Ég ætla að segja að þetta sé sennilega besta spurningakeppni sem ég hef Eru spurningar það þá eitthvað þægilegri? Ekki eins og 14 ára krakkar hefur skrifað þetta. Hvað, rólegur? Þetta geggjuspurningakeppni núna? Hvað þemaði hefur í dag? King of Swag. Þetta hljóma strax eins og hópur í 7. bekk í hagaskóla þegar það tekið sér saman og hendi þetta. Þetta King of Swag. Það alltaf gott að vera með gott swag. Þetta keppni sem við viljum vinna. Hver er meira swag? En erum við farin að nota orðið swag? Já, bara, þú veist, við notum það ekki þannig. En ég meina, þú veist, það alltaf gott að vera með ákveðið swag yfir sér. Og ég vil fá að sjá hver er með meira. Ég meina, ég er sammála, það er lit að vera með swag. Já, ég myndi kalla það. Tilbúinir. Fyrsta spurning. Hefur þið fýrað upp í vindli á gamláskvöld og púaðan og kveikt í flugöldunum með honum? Já, sko, ég kveikti í flugöldum með vindli. Ég samt kveikt ekki á hann sjálfur. Nei. Kveiktur ekki á vindlinum? Ég reiki ekki, annað en sömur henni. Ég hef tekið mig ég er alltaf með áramótavindil. Já, það er svegg við því að það er punktur og steinda hérna. Já, ég er að vona að Steindi litt vinni þessa svegkeppni hérna. Já, ég væri alveg til í þessu gagfræða útvarpi. Já, ég var alveg til í að vera. Þú varst að reyna að bakka þetta upp á hann. Þetta er alltaf einu lettur eitt og lundi. Ég var alveg til að vera með swag. Já, ég var til að vinna þetta. Ég þóði að vinna ekki. Spurning nr. 2, Steindi komin í 1-0. Þegar heldur rauðvin í glasjaður, snýrið þá glasinu svona hring eins og jafnan er gert þegar þjónninn hellir í það. Já, það ger ég. Steindi drekkur ekki rauðin, þannig að þar fór hans swag. Hans skotans helvítis. Í miður ekki punktur á Steinda hér. Nei. Blöð með 1. Númer 3. Hefur þú kveikt þér beint í sígaret í rúminu eftir kynlíf með konu? Kveikt með beint? Ég reik ekki, Rikki. Hverju nærðu ekki þetta? Er það einu sjansinni til að vinna að vera með swag að maður reiki vinda á eftir kynlíf? Það viti á rauð. Ef við maður alveg hreinskilið, það helst rosalega mikið í hendur þarna að vera með eina lavandi í munnvikinu og vera með swag. Glætana Sigrún myndi leyfa þér að fýra upp í sígaret eftir kynlífin í svefnherberginu. Ég er ekkert að tala um það, bara hefur ekkert maður gert það. Þetta er bara punktur á hvoruðan. Já, þetta er ekki, ég fæ ekki punkt, en þetta er góð spurning, Rikki. Þetta er töluvert betra en síðast. Ekki þannig, það er 1-1. Númer 4. Þegar þú heilsar félaganum, klessið þá svona snúunum saman og segir svona sætlitu. Og ekki Viltu, ert að reyna að vera Egillatni í sætunum þó hann sé frí eða? Lappaði inn í stúdíóðan í einhverja tímavél og ég komi núna 2012 eða 11 eitthvað svoleiðis. Hvað ár er? Ég tek ofta alveg nú hann ég klessi alveg, en ég segi ekki sætlitu. Ég klessi, en ég segi náttúrulega klálega ekki sitlitu. Nei, ég segi sætlvinur eða hvað ertu? Því miður ekki punktur. Nei, ok, þannig að það er swag. Ekki swag yfir. Akkur ferði ekki út í garð hjá ömmuðin að lýsa? Því líka djókin. Finnst þér swag að segja við eitthvað sætlvinur? Það er alltaf töff, sérðu, hvað er með hann? Svona, sætlitu. Nei, þetta var minnst töff sem ég séð á æfinni. Þetta er þættir sem voru fyrir 5 árum síðan, Rikki. Þetta var alls ekki töff. Spurning nr. 5. Hefur þú haldið matabóð og séðum allt fyrir alltaf 10 félag, það er að segja elda og bara allt saman? Sko, ég séðum matabóð fyrir hellingarliði og séðum allt, já. Ekki eldað. Nei, ég sé að það er bara ekki að spyrjum. Séðum allt. Það er sveg í elda, sko. Elda? Hvað hefur oft komið inn í matabóð? Þú er ekki séðum allt, eða? Nei, þú eldaður ekki. Nei, en ég sá allt. Já, þú sást það við. Annarkvort var einhver hópur sem grillaði að það kemur einhver matur að við, þú veist, en það er ekki, þú eldaður ekki. Ok, verði ég að velda sjálfur? Já. Nei, þá bara er það nei.
Fyrir 10 manns? Nei, það er Steindi ekki heldur gert. Jú. Ekki ljúga, Steindi. Herðu, býttu, ég er Þegar ekki ef að konaðin eldar, það ert ekki þú að elda. Herðu, býta aðeins. Ekki byrja að svindla, Steindi. Það er vondskap. Herðu, það er enginn að svindla hérna. Þú hefur ekki eldað fyrir 10 manns. Má ég fá að rökstuða þetta? Ég er til að fá að heyra rökstuða. Ég reyndar rökstuða mitt, ég fekk ekki í gegn. Ég var með, sem sagt, ég sá áramótin í ár. Heima, við vorum með það heima. Já, varstu einn að elda? Ég var að dutti í sósunni Já, vá! Og hræra hér og þar Þannig þú varst alveg yfir pottanum. Já, ég var alveg, ég hræsti sósu á móðu minni ef það gildir, takk. En síðan, já, við vorum að hósta. Fyrir vinnafólk og svona? Já, bara fyrir vinnafólk og fjölskyldu. Og síðan hef ég náttúrulega grillað honliði líka. Já, það er punktur á Steinda hérna. Já, mér líka, ég var alveg grillað í 10 manns. Hefur þú grillað í 10 manns? Ekki 10 staðfest, víst. 10 manns? Já. Þú hefur grillað fyrir svona 7 manns? Nei, 10. Já, hendi ég punktum á báða. Anskot. Númer 6. Notar þú sólgleru þegar þú spila póker til þess að taka hinn á taugum? Nei. Veistu það, mér finnst þú skilgreiningin þín á sveggi. Það er svegg. Býtu, hvað, á kúrgahattur og headphone líka? Sko, fyrir utan það Rikki G hefur aldrei verið með swag. En swag í hans augum, það er að klessa hnúan og segja sætlættu og vera með sólgleru í póker og hvaða rugl maður og fá sér sígaret eftir kynlíf og Rikki, það er eins og sér fastur í 86. Ég er bara að horfa Blöð er semst ekki með sólgleru þannig að spila póker og Steindi ekki heldur. Hvað heldur sem var að lesa? Þú þarft ekki, Steindi geti ekki falið, það er svo lett að lesa Steinda, hann var miklu meira sólgleru til að komast undan því, sko. Já, við fáum hverju í punktana. Bara ef að Steindi Junior hækkar allt í hennu pottin rosalega, þá er hann með góða hönd, það er ekki flóknar að það. Já, ég hef oft verið að blekja. Þegar ég spila póker, ég spila póker ekki oft, en þá hef ég hef oft farið all in á tveimur þristum. En ekki með sólgleru? Ekki með sólgleru. Nei. Næsta, klæður upp í smoking að minnst að kosti einu svona ári? Ekki einu svona ári, en ég oft farið í smoking. Smoking? Já. Steindi, ég er búin að þekka þig í 10 ár. Við har aldrei séð í smoking, þannig ekki að reyna að ljósa. Ég hef farið í smoking. Næsta. Ég hef samt farið í smoking. Já, en ekki cirka einu svona ári. Ekki cirka einu svona ári. Númer 8. Hefur þú spilað golf og ert að fara að púta? Hefur þú lagt á logandi sígaret á flötina með þú pútar og þegar þú setur boltan ofan í tekur réttun að farið smók og blikkar félaga? Í 100. sinn, Rikki, ég reik ekki. Og ég er stoltur að þið. Þarna er ég að fara að fá punkt. Af því að, sko, málega er ég get nú talið mínar golfferðir bara á annarri hendi. En ég hef nú... Já, fyrir það, veistu ákveður það, vil enginn fara með þér í golf. Ég var að keppa einhvern veginn á golfmóti. Ég er að tala um það mót. Það gerði ég þetta nákvæmlega. Herru, þá var eins og einn maður að púta og þetta er sönn saga. Við vorum sem sagt, Steindi var með mér í liði á Texas Scramble og hann átti valla högg. Þá var maður að púta í hinu hollinu. Þá var Steindi með sígaret í kjaftunum búinn að klára bjóri sinn, steig á hann til að kremja hann í miðju púti hann svo hendaði rusli, herru, hvað er þetta að gera? Nú hvað, það má ekki drekka hérna, hann fattar ekki svona að vera að trubla mann. Bara maður að halda kjafti þegar það er verið að púta, hann hélt bara að mætti ekki drekka hérna. Það gæti verið leiðilegast íþrótt. Mikið sveg að leggja réttina niður pútóni og taka á þessu smá. Leiðileg íþrótt, þú mátt ekki tala. Þú með einhverja kilfur og kúlu, litla kúlu og kilfur, þú mátt ekki eins og tala við neitt. En byrju, sagður ekki hann þurfti að púta onni? Já, þegar þú ert búin að púta boltanum onni, bara tekur hann upp og tekur hann á. Sko málega, ég náði hann alltaf onni. Það er bara, það voru heldur mörg pút samt. En laðið síkjörðan frá þeim og pútaður og tók hann svo aftur upp. Það er punktur á Steinda. Steindi með einstigs fórustu, 2 spurningar eftir. Já, af því hann er síkartustuppur. Númer 9. Sko, krakkar, guys, það getur verið krakkar að hlusta, sko. Já, og hættu þá að reykja. Ég geri það líka ekkert. Númer 9. Ég púa inn og svo er ég bara hættur þessu. Það vita það allir. Númer 9. Notar þú enskuslettur þegar þú vorst að tala við félagin eins og til dæmis við félagarnir erum að fara að eiga one hell of a night? Veistu það, þetta síðast þetta spurningin. Þetta er síðasta. Viltu ekki bara vera Egill, ekki? Finnst þér Egill vera svo mikið swag eða? Er það málið? Finnst þér Egill vera með það? Ég veit ekki að Egill hjálpaði mér aðeins við þetta. Myndirðu, sem sagt Egill hjálpaði mér við þetta? Hann bara greinilega samt þetta. Veitu, hvaða vitleysa er þetta? Nei, ok, ég hef alveg sagt it's gonna be a sick night, bitches. Er það nóg? Já. Akkur varst að segja það, við hvert sagður það? Þú hefur örugglega verið með. Strákar. Það er punktur. Við þurfum að hafa eitt á hreinu, sko. Við megum ekki vera að tala svona. Það má enginn vera að segja. Þetta er ekki punktur að stenda, komum við síðustu. Nei, við getum ekki verið, þú mátt ekki segja þetta við neitt, ekki? Akkur ekki?
Hvað meinur þið? Ég Þú segi getur ekki oft til sagt að við bara- vinnina, hérna strákar. Já, ok, svo hittustu bara eftir. Hey, it's gonna be one hell of a night, guys. Ég tek það Skelltir svo bara á. Ég tók þetta bara upp blöðum daginn, sko. Nei. Þingir í öll og segir bara blessa. Herri, ok, það verður gaman ykkur kvöld og að förum út að borða og svona, herri, blöð. Þetta verður sick night, bitches. Herru, það jafnt, síðasta spurning. Þetta var dreipið niður. Númer 10. Þegar þú dettur á B5, ferðu þá yfirleitt beint í VIP-herbygginir og flöskuborð. Nei. Vistu það? Það er leiðilegt niðri. Ég ætla bara að kasta hangla á þessu. Það stórmeistara jafntöfli. Nú. Ég held að Steindi að rúlla þessu upp með að reykja sígarettur hér og þar. Einu maður sem vildi vinna þetta. Treystu mér, við komum jafn ítla út úr þessu. Býttu, stíðin þín voru hvað? Þú reykir á golfvelli, þú reykir á gamlás og hvað reykir eftir kynlíf? Það er svægið. Þín komum bæði á B5. Nei, ég fekk ekki fyrir síðasta. Mertar auglýsingavörur fyrir þitt fyrirtæki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Nollingabraut 14. Ættir þú að hafa fisk oftar í matinn? Auðvitað. Mundu bara hafa hann frá Hafinu fiskverslun. Hafið fiskverslun. Hlíðarsmára, Spönginni og Skipholti. Nýr kristall hefur verið valinn af þjóðinni. Límónu og jarðarberjakristall frískandi góður og svalandi. Það sést hverjir drekka kristall. Endalaust úrval af glæsilegum gluggatjöldum. Vóg fyrir heimilið, Síðumúla 30. Boltinn í beinni á 20 sjónvörpum og breiðtjöldum. Boltabjór og kjúklingavængir á tilboði. American Bar. Staðurinn þinn. Latin Sundays á Burró. 4 réttir á 3.990 og Casiero del Diablo. Burró, Ingólfstorgi. 13 króna afsláttur með dælulyklunum í dag. Atlantsolía, lykillinn að lægra verði. Nýbakaðar belgískar. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Kíkt í vöfflu. Nú færðu tópas með fjallagrössum. Tópas, ferskur andvari. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Pantaðu míniborgarana okkar á netinu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Cooper með September Song. Já, bleðilegt og mánuðurinn september viðbjöður þetta lag. En við fengum góða... Við þurfum að taka fundrykki tónlistina hérna. Já, þetta er ekki lagi. Við fengum góða vinkon okkur í heimsókn hér áðan og já, tæknir var eitthvað aðeins að stríða okkur greinlega því að það vantar á fyrir hlutan. Já. Þetta bara svona eins og við höfum talað það steipustöð á þema. Þetta eru vinkonur okkar. Þetta Saga Garðarsdóttir og Ágústa Eva. Getur ekki farið svo langt að segja þessi bara bestu vinkonur okkar í dag? Já, ég myndi að segja það. Númer 1 og 3 komedíurinni. Það er sem skiptir máli. Já, við fengum þær til þess að eins og við komum að hérna í byrjun þáttar. Við fengum þær til þess að þetta er ógislegt, þetta er viðbjóður að hringja í fyrirtæki út í bæ og reyna að græja eitthvað frítt og nota name-droppið. Og það völdu mjög skrítna staði. Ég held að myndi reyna að græja sér frítt í lónið eða fá frítt út að geta. En Saga Garðars, hún valdi Nestek og ætlaði að græja frí dekk og Ágústa Eva valdi Hótep. Ef ekki að heyra símtölin sem að stelpunna tóku hér áðan í klefanum með okkur. Já, og verið tilbúin til að svitna á bakinu. Já, þetta er svona eins og ég segjum, þetta er óþægilegt en það er reyna að græja eitthvað frítt með því að nota svona name-droppa sig og við skulum bara hlusta á afraksturinn. Ég var svo mikið hjartslátt. Já, góðan daginn. Saga Garðarsdóttir hér, leikkona og grínisti, athafnakona og margt fleira. Við hvað tala ég? Ragnar maðurinn. Sæll Ragnar, hérna, þú kannast kannski við röddinni mér? Ekki svona ljótu bræði. Hvað þarf það að veri? Saga Garðarsdóttir. Saga Garðarsdóttir, sæl og blöðsir. Hæ, þú þekkir ekki röddina, eða? Jú, ég kannast við. Já, ok. Já, ég er líka rödd Atlantsolíu. Já, maður hefði reglulega í útvarpinu. Já, takk fyrir það. Herðu, ég er með svolítið skemmtilegt erindi. Ok.
Þannig er mál með vexti að við nokkra vinkonur ætlum að hittast heima hjá mér og við erum með svona vinkonuklúbb og mér langaði að kannski gera eitthvað svona díl þar sem ég myndi kannski fá frían umgang á dekk á bílinn og í staðinn myndi ég, þú veist, snappa ógeðslega mikið frá því að því ég er með ógeðslega marga followers og kannski setja ykkur mynd á Instagram eða eitthvað þannig og tala dekkjaverkstæðið. Hljómar þetta ekki vel? Hvað er þetta með marga fylgjendur hjá þér? Svo hefur svona einhverjum tölu á því. Þetta eru svona á Instagraminu mínu eru kringu svona 2700. Ok. Og svo er ég er ekkert með mjög marga á Snap, þetta er svona 36. Sinnum 1. En ég er með svo marga á Instagram, sjáðu til. Ok. En síðan líka, þú veist, myndi ég láta orðið út berast, skilur, ég myndi tala þetta, þú veist, bara í boðum og það sem ég væri og eitthvað svona. Ok. Sko, allar að til að þessi heil umgangur að dekkjum þá þarf að vera aðeins meir út úr þess að hafa, sko. Já. Umgangur að dekkjum getur náttúrulega verið rokka alveg á ýmsum verðum, sko. Ok, ég get dansað. Þannig að grunninn væri að komast að því hvaða stærða dekkjum þú ert að spá í og þá getur við svona aðeins meira að setja niður hvað við verðum að tala sko. Ok. Herru, það geðveikt. Herru, takk fyrir það. Saga Garðarsdóttir út. Shit. Hvað mér líður illa. Þetta er með óþægilegri síntölu bara sem ég hlusta á, sko. Saga Garðarsdóttir út? Já, líka bara hvað ertu með marga? 36? Ok, allt þetta ekki að líka vera grín. Jó, þetta var, en sko... Getum við hringt í hann og bara sagt þegar ég var að djóka? Nei. Það má ekki. Við erum að tala það er ykkur svona 26 dekkjaverkstæðiskallar sem eru núna að tala hvað ég er mikill fáviti. Já, við erum með stilt á þetta. Það er eitthvað svo gott að droppa frá umgangi yfir í smurningu bara hvort ég mætti koma. Já, maður bara fara í koffni spyrir ykkur. Gerðu það ekki, maður ekki eitthvað. Það sem er samt líka að hann var alveg til að skoða þetta þar til hann heyrði tölutan hennar. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem er hægt að skoða greinilega. Já, Snapchat þetta kláraðist alveg þar, 36, það er ekki... Já, ég veit það, ég hefði átt að hann var alveg spenntur. Já, hann var til sko. Gústa, hvað ætlaðu þú að reyna að græja? Herðu, eigum við ekki bara að ringja okkur hótel? Hótel, ætlaðu reyna að fá fría gistingu? Já. Fíla það. Borg Arnar, góðan dag. Hæ Arnar. Hæ. Hæ, ég er Ágústa Eva. Já, hæ. Hæ, veistu hver þú þekkir mig? Ég held að ég þekki ekki, en hald áfram. Ok, en þú veist hver ég er, það ekki? Ágústa Eva. Leikona. Já, hæ. Hæ, hvað segir þú? Þá veit ég hverju það er. Já. Hvað segir þú gott? Ég er bara mjög hress, en þú? Það ekki, jú, ég er hress. Sko, það er nefnilega bóndadagur. Það ekki. Ég var að spá í að koma kærastanum mínum svolítið óvart. Þú veist kannski líka hver hann er. Ég gerir þá fyrir að hann ætti að vera út í Fraklandi, eða ekki? Jú, hann heitir Aron Pálmarsson. Já, hann ætti að vera út í Fraklandi. Já, en hann er meiddur. Hérna... Ok, kom. Óvart á í kvöld þá eða? Já, ég var að spá í því og ég var að spá, sko... Hérna, hvort að þið vildi gera eitthvað svona skiptidíl. Ég myndi bara snappa hann, þú veist, upp á herbyggi og eitthvað svona. Þú veist, hann er með einhver... Hvernig er þessi skiptidíl þeirri? Þá er sko, ég myndi bara taka upp á Instagram og Snapchat og verðum að tala um einhver mörg 100.000 followers samtals. Og þá bara @hotelborg, hérna kissa báttið, hashtag, laganáran fyrir HM, eitthvað svona. Ágústa Bjargar HM eitthvað svona, þá var hann bara að bera ofan og ég að nutta á náran, eitthvað upp í rúmi hjá ykkur og við fáum ókeypis bara gistingu og morgumat og kampæn og eitthvað svona, easy. Fæ ég að setja það í 10 sekundur? Ok. Viðbót. Já, býtu. Tekka á okkur, þetta er sem sagt ok, lók bara núna, herru, við komum eftir Herru, sjáumst eftir, takk fyrir þetta úr yndislegur. Herru. Já. Það er málinn að við eigum bara 3 herbyggilaus og það eru single herbyggi alls saman sem eru bara með það er betra. Fyrir einn. Það er betra. Ágústa Eva Aron Pálmarsson. Geðveikt. Kýrur báttið. HM. Já.
Ég held að ég verði samt að kasta sig yfir að hitt hóteli, sko, bara út af bókunastöðinni hjá okkur. Og þetta single-herbygging. Fuckað þú þér. Já. Í miður, sko. Takk, bæ. Þú þarft að þeirra að láta vita, sko, því að þetta er hræðilegt. Bara fokkaði, takk, bæ. Ég veit ekki hvort síndalið var óþægilega bæ. Það var eins og væri sko með heila blæðing. Bara allan tíma. Mjög þægilegt að horfa á aðra engjast í þessu. Þetta voru, já sko, það er ekkert hægt að dæma hvort var betra eða verra, held ég. Nei, ég hef aldrei byrjað símtal, jafn ógeðslega, sko. Það veistu hver þetta er? Nei, ég byrja bara, hæ, sagði þetta mistur í Stóðu ykkur báðar eins og hetjur og við minnum að sjálfsögðu á Steypustöðinni kvöld klukkan 10:09. Takk fyrir komuna, elsku vinkonur. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I can tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Þetta já, eitt svalasta lagi á stöðun í dag. Drake með Fake Love. Showing fake love to me. Hann ekki jafn svalur á samskiptum. Nei, hann töluvert svalari tónlistarmaður. Hann og J.Lo svona krútast saman svona, taka myndir af sér. Það algjör viðbjóður. Upp í sófa með teppi. Það skrítið. Við höfum komið inn á það hér í þessum þetta. Það skrítið sérstætt. En ég meina, ef þau eru hamingjusöm þá eru svo sem ekkert að dæma það. Nei, en ef svona myndir fara að fjölga, það þýðir að þú sé ekki það hamingjusöm. Já, svo er það. Það er mín kenning. Já, það getur bara verið alveg rétt þér. Það er líka bara að senda SMS og svona. Það styttist í augljósa staðreyndir og spurt og svara hjá Rikka sem stegt og flottulega keppnin. En áður fyrir mig þetta allt saman þá ætlum ég að fara hér í sturla staðreyndir eða hrossaskítur. Keppni ykkur á millidrengir. Veitu, ég vann síðast. Já, ég held að Rikki gefi aldrei unnið í þessu. Nei, það er bara hárrétt. Hann er hræðilegur. Ég ætla að lesa eins og bók. Og þó að ég segi sjálfur frá, þá eru góðar spurningarnar í dag. Okay. Ég er mjög ánægð með þær. Hér kemur fyrsta spurning. Er þetta sturlu staðreynd eða ekki? Kolkrabbi borðar armann af sér ef hann er að deyja úr hungri. Já, sko, hann er með helviti marga arma. Þetta er ekkert það er vitlaus pæling. Nei, ég meni munið eins og ég Alive, þeir borðu hvern annan. Já. Er þetta ekki bara svona sjálfsbjarga hvort? Jú, ég meina ég get alveg ímynda mér en geta það verið á norma? Hvað sagður, getur ímyndar að þú borðið sjálfa þig? Ef ég væri í vesinni, sko. Hvað myndir þú byrja? Ég myndi borða sjálfa? Ég myndi naga utanum beinin á puttunum. Byrja á puttunum? Það er ekki. Fá það svona chicken fingers. Hvað segir, er þetta sturlu staðrind? Ég ætla að segja að þetta er sturlu staðrind. Riki? Já, ég er að hugsa að taka það líka. Stiga báða, þetta er rétt. Þegar kolkrabbinn orðið það svangur, þá borðar hann af sér armana. Sjálfsbjarga hvort? Fílar eru óléttir í 2 ár. Það er heldur löng meðganga. En þeir eru stórir. Já, það er misjátt. 2 ár samt. Það eru 24 mánuðir. Ég meina, mannfólk það er að rokka 9 mánuðina. Vákað eru gáðir að vita það. Mannfólk er rokka 9 mánuðina. Hvað eru kísurnar? Það er tölvur steitra. Það eru bara nokkra vikur. Alltaf sé eftir stærðið. Minnst að hljóma þannig, minnst að kettirnir eru steitra og hundarnir og 2 ár. Það er náttúrulega rosalega mikill gall í kerfinu hjá okkur öllum systeminu að þetta þurfa að taka 9 mánuði, sko. Já, hvað þá 2 ár? Þetta ætti bara að taka 2-3 vikur. Fyrir gall í kerfinu. 24 mánuður er rosalega langur tími. Sko, Eru fílar í útrýmingahættu?
Það held ég nú ekki Til nóa þessi kveikindum Nei, ég held að það sé nú ekki til nóa En það er ekki langt frá Þeir eru ekki út á hotni Nei, það er verið að veiða þá ólöglega og svona Já, ég sko Fyrir tennundur á þeim Hvað, hérna, já, ég þarf svar Já, ég ætla að segja þetta sé horsemanure Ég held að sé enginn svona lengi með eitthvað aðkami í sér Hvað segir Steindi? Ég ætla að segja hrossakýtur líka Þetta er sturlu staðreynd Fílar rólegtir í 2 ár Þú fæðist með starffræðahæfileika Sturlu staðreynd Já, ég ætla bara að kalla þetta strax horsemanure Það er enginn slakari starffræði en ég sko Hvað, er ég alveg að tala? Nei, það er að því að þú fættist ekki með þá Veistu ekki Þú sagði að fæðast allir með starffræðahæfileika Nei, þú fæðist með starffræðahæfileika Þannig er þetta orðið annað Veistu hvað pí er? Já, ég fekk 2 í starffræði En þú hlýtur að geta sagt okkur fyrstu 3 stafin í píunu, þegar ekki? Nei Veistu ekki hverju fyrstu 3 stafin? Steindi, veistu það? Já, ég veit hvað pí er Nei, þú veist 3,14 ekki? Já En veistu hvað til dæmis bara 5 sinum 8 er? Er það hvað, ef við hoppa fram í kaffi? 40 Ef að fá okkur kaffi Ég ætla að segja Ekki það, ég geti verið að gera grínar eitthvað Ég fjall á samlunum Já, ég meina, það er enginn hérna að fara leysa ykkur við erum ekkert að fara að þátta og leysa algebrur Hvað segir þú, Stóni? Við erum bara í sinnum töflunum hérna fyrir það En svo veist, er þetta að sanna það að þú fæðist með eitthvað hæfileika? Þú ert með meðfædda hæfileika Er þetta sanna? Eins og til dæmis þinn hæfileiki En það var ekki hægt að sanna það þá Hann var að lýsa Hann var að æfa sig í garðinum hjá ömmu sinni En það var ekki hægt að sanna það þá Það vissi það enginn í fjölskyldur minni Þá segir þú bara að þetta sé ekki sturlu staðreynd Já, ég ætla að segja þetta sé Þetta helst í hendur við einhverju oft Það verður góður í starfræði Það lega þér undan Steindi Ég ætla að segja þetta sé sturlu staðreynd Riki Það var samt að þriðja sturlað í röð Mér finnst það ólíklegt Það var með allt sturlað síðast Hvað segir þú, Riki? Ég ætla að segja þetta sé horsemanure Þetta er sturlu staðreynd Þú fæðist með starfræðahæfileika Já, ég vissi þetta En það er hægt að reyna að þjálfa upp að vissu marki En annarkvort ertu með þetta eða ekki Og ef þið hugsið þetta rökrétta þá er svolítið til í því Bestu starffræðingar í heimi Þeir voru ekki bara þjálfaði bara núna Þeir hafa verið geðvikið starffræði bara frá grunnskóla sko. Aftur í lendur undir Matthew McConaughey misti sveindóminn 9 ára Það er horsemanure Það finnst mér að vera bara Það er ekki séns Þú ert heldur ekkert klár í það Og Robert Downey Jr. byrjar að reykja Jónur 7 ára Já, hann er náttúrulega bara Berry 4 sko Það er bara ekki séns Þetta er svona sko Ég minna Og hvað er þá stúlkan gömul? Væntalega barnið Ég ætla bara að segja þetta er ógeðslegt Þetta er bara horsemanure Já, þetta er viðbjóður Ég ætla að segja þetta sé sturlu staðreynd Þetta er hrossarskítur Sjálfsögður Hvað er ég að segja? Mér fannst þetta bara að vera svo surrealist að ég veit ekki, tekið tilbaka þetta er bara Síðasta í dag þeir eru jafnir MC Hammer bauð Michael Jackson í dance-off og skítapaði Sturlu staðreynd Eða hrossarskítur MC Hammer, ég held að hann hafi verið á mómenti þar sem hann hefur reynt allt Hann hefur bara þurft að komast einhver staðar að Þetta finnst mér Hefði Michael Jackson samt í alveg MC Hammer sem er svona Hann var stóri korter sko Já, í korter var þetta korteri sem hann var stór Já, ok, en dance-off Riki, hvað segir þú? Ég ætla að segja þetta sé horsemanure Ég ætla að segja þetta sé sturlu staðreynd Steindi Junior hefur sigrað þessa keppni Þetta er sturlu staðreynd MC Hammer bauð Michael Jackson í danskeppni En átt erfitt með að ákveða hvort þú færið þér bláan eða gulan eins og Ronaldo eða rauðan eða hvítan eins og Messi Hvernig litist þér á að taka bara einn í hverjum lit? Það er risapottur í boði fyrir 13 rétta á enska getrunarseðlunum helgina 1x2 í tippum Ertu á rúndunum? Frábært! Ísbúð Vesturbæjar er í Skipholti, Hagamel, Grensásvegi, Bæjarlind, Hafnarfirði og Grafarvogi. Ísbúð Vesturbæjar, þar sem að gamli ísinn er alltaf glænýr. Ok, förum við stöðuna. Þú bættir á þig 5 kíló með jólin. Núna þetta gerir það þig. Út að vera í fitnessport, náður í ripper og fara í gymmið. Einfalt, ekki satt. Fitnessport, fyrir fólk eins og þig. Það er 20 stöðum. Droppa við á Joe og fá sér juice og samloku. Og svo jáfnvel gott kaffe á eftir. Það er reyndar þrennt. En hei, hver er að telja? Sjáumst á Joe and the Juice. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega á óvart.
Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Þú átt að skilið að líða vel. Serrano. Fresh, happy, Max. Öflugasta íþróttateimi landsins flytur ykkur fréttir daglega á Stöð 2. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval af íþróttaefni sem þú sér aðeins í Sportbakka Stöðvar 2. Sportbakkin, klukkan 18:55 í opinni dagskrá. Stöð 2. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Þurftum að vera með auka 2 tíma hérna á föstunum. Það er bara þannig. En við erum að fara núna í, já, sko, ég veit ekki alveg hvað erum að fara í spurt og svara. Yes! En er þetta þannig ekki að því að spurningarlæðin er á þannig í spurningakeppninu, það var eins og Egill, þú veist, ert að fara í sama bullið og Egill eða? Nei, alls ekki, bara, ég var hérna kafi eftir mailum í dag og það er enginn að senda þér mail. Það fréttist mjög stemmi í morgun að Egill var veikur og ég myndi leysa hann af. Og spurningarnar en hver vissi þá að þú verður með spurt og svara? Já, bara, fólk vill bara hafa sömu liði og bara, það var sagt, sæll höfðingi, þú hérna verður að greiða spurt og svara í dag og ég er búin að fá margar spurningar. Það getur vel verið, Steindi, að við þurfum bara að skella á þetta snemma. Nei, alls ekki, þetta eru bara mjög góða spurningar. Þetta hljómar eins og við séum að fara að hlusta á þetta í svona 8 sekúndur. Já. En við skulum gefa hann séns. Ég er með 2 spurningar sem ég fann svona áhugaverðar sem ég fekk sendar af mörg hundruðum sem ég fekk senda á maili hjá mér Rikki G.FM. Fyrsta spurning. Sæll Rickmaster FM 957. Ég frétt að Skýrhausinn væri heima veikur og þú kemur í hans stað. What a party. Kallar þið Rickmaster í betur? Rikki, þú ert betur en þetta. Ert að reyna að vera Egill þó hann sé veikur? Nei, bara ég fekk það bara sent. Þetta byrjar í óþægindarholli bara svo. Nei, ég bara what a party að ég var í hans stað. What a party? Hendur það í einhvern erlenda frasa? Já, alveg svo notar þegar hann í swaginu sínu. Alls ekki. It's gonna be a crazy night, guys. Herru, ég ætla að fá að halda áfram. Ég er bara ekki vissu það. Ég sendi á þessa spurningu sem vonandi einhver geti hjálpað mig með. Ég er tiltölulega nýbyrjar að reykja sem er endur ósiður. Ég er í krefjandi vinnu sem gefur ekki reykingapásur. Vittu, ég ætla bara að halda áfram. Þetta veistu það. Ég hef stundum stólist. Þú þurft að stoppa þig. Ég hef stundum stólist út, en ég er alltaf lengi að reykja eina sígarettu. Ég þarf að vera fljótur ef þetta á að ganga í minni vinnu. Mér langar að vita hvernig Steinþór nær að vera svona fljótur þegar hann skýst út í eina. Akkurat, já. Ég sá þetta ekki koma. Þetta til mín. Veistu það ekki, þú ert fínasti grínisti, frábætri, þetta er hræðilegt. Já, hann þarf þetta. Hann þarf að fá svar. Rikki er að stressast. Hann þarf að fá svar. Nei, ég held að sé að fatta sjálfur bara hvaða viðbíð þú ert búin að semja hérna, sko. Hver þarf svar? Ég bara Ragnar og stuttar pásur. Ég meina Ragnar ætti náttúrulega að vita sígarettur 6 móka max og það er bara að fara að ég veit hvað ég segir. Ég er að setja mig á sama plan. Já, hver var hinn viðbjóðurinn sem var spúin að hendi í, Rikki? Þó bara 6 mókar. Næsta spurning. Sæll Richard G. Já, bara 6 mókar. Hann verið að tönsa eftir. Ég ætla að fá næsta spurningu það. Viltu það? Já, þetta er að vestast þú verið með, Rikki, bara svo veitir það, sko. Sæll Richard G. Nei, Rikki. Þú ert að reyna að vera Ég kallaði Richard G því þú ert alveg eins og Rikki G og Richard ertu mikið kallaður. Þetta kallaði Richard G. Nei, veitu hvað er að gerast þetta? Rikki, þú veist að fólk að hlusta bara. Ég er 12 ára stráka frá Sauðakróki. Nei. Sem er mikill aðdáandi auðvitað blöð. Ég er með svona blöð og feimvegg í herbygginu mínu. Hann er 12 ára þessi strákur. Hvað eftir að fara að segja? Ég er með blöð og feimvegg í herbygginu. Ég get lofaði því að þessi 12 ára strákur
strákur, hann með meiri og betri húmor en Rikki í dag. Ég hef með myndir og plakkut af honum og allar blaðaklippur sem hafa komið. Ég ætla að vera alveg eins og Auddi því ég verð stór. Eiga Piparsveinahús á Arnarnesi, eiga Benz og vera fyndnasti maður í heimi. Það hins vegar eitt sem ég langar að sleppa við í fari blö og ég að vona hvort að hann geti leiðbent mér með það sem hann með reynslu. Ég nefnilega með þykkt og fallegt hár sem ég langar ekki að missa. Eitthvað sem ég get gert til þess að koma í veg fyrir það? Eitthvað sem blö klikka á sínum tíma? Já, þá ég búinn með spurt og svarað. Það grínast í mér, það? Það reynir að vera fokkin leiðileg. Hvað viltu að gera? Þetta þetta mesta sem ég heilt bara með þetta, sko. Þið er alltaf vanur hraun yfir eitt. Þið gefur honum ekki þögnina bara. Ég á ekki orð. Þetta voru samantekið ráð hjá okkur. Þá þetta verið stórkostlegt spurt og svarað. Þá þetta alltaf verið skellulegt. Þetta var hæðilegt. Af hverju var ég að þessu? Þetta besta spurningin í dag. Af hverju varstu að þessu? Vá. Þól ykkur ekki. Keppnina. Það rosa þema hjá okkur í gangi. Við ætlum að vera með þema að vera að vinna sem strippari. Hvaða lag væri undir? Og það hér rétt og eftir. Bítu, hvað sagðir þau? Þú verður að vinna sem strippari og verður að strippa. Hvað væri svona stripplægið þitt? Ég strax búin að velja lag. Vá, mást ekki lengi því. Hefur þú strippar ekki? Já, ég hef ekki fengið greitt fyrir það. Hægt að plata því allt? En ég meina, ég hef ekki fengið greitt fyrir að strippa. Ég hef ekki fengið greitt fyrir að strippa en þú veist, ég hef alveg gert það. Já, þú dansað og farið úr fötum? Já, ekki öllum, en þú veist, ég hef alveg reynd að vera sexy. Bara eitthvað svona heima fyrir konuna? Já, eitthvað þannig. Já. Legum við sjá eitthvað? Nei, alls ekki. Við viljum það ekki. Herðu, það kom að augljósum staðrindum. Ég veit að prinsinn fílaði þér. Yes. Ég er ekki það mikill aðdáandi. Nei, þú hefur aldrei fílað þér, ekki svona almennilega. Nei, en veistu hvað? Það er náttúrulega talað þú vilt ekki vera abarnir og eftir Beatlunum. Nei. Það er oft talað það, því að þegar þeir komu hérna, hvað var það, Ed Carson, ég man ekki hvað hann hét, sem var með þáttinn Ertu að taka fram að það sé ekki mikil pressa með núna? Nei, af því að Rikki var með lélegasta spurt og svarað sögunar á hann. Þannig að það er alveg sama hvað kennir. Ég segi nú ekki sögunar. Ég var cornered. Já, þetta var eitthvað. Já. En þetta skemmti mér, þannig að þetta lítur að virka. En ég vil fá stefið hátt undir. Það með uppbólstef. Já, heyrðu, Mr. Selfridge, hvað er það? Akkur er þetta ekki búin að finna betan? Af því ég bara fatt að ekki verðum að fara alveg í þetta strax. Aldrei er betin klár. Sjá, hann á nú að vera hér. Betin er verra ef ég finna hann ekki. Já, hvað minnur, varst ekki með? Anna! Nú, varst að grínast í okkur. Já, fá þetta hátt. Heyrðu, er þetta ekki svolítið lágt núna, betin? Lofaður þetta er í botni. Hann er í botni, já. Ég er svolítið gaman að betta hann, sko. Já, ég veit allt það. Hann spila stóra þátt í þessu. Ég er með 4 augljósa staðrendir í dag. Já. Og eina augljósa spurningu. Ok. Það er langt síðan ég með augljósa spurningu. Takk fyrir Rikka í hana. Er það þykist hlæja þegar hann er í þessu? Ég er ekki vissu. Þetta var djemmugur hjá Rikka. En ég meina hvernig þetta En þú veist, það væri ógislegt að vera hérna. Já, farðu bara í næstu. Rikki áttur að grenja og látri, ég heyri það bara. Já, ég er ekki vissu það. Hún tengist Rikka. Ok. Og það var að þriðja augljósa staðarind dagsins. Hlusti nú mjög vel. Nú er ég spenntur. Rikki G stundar kynlíf. Ok. Þetta var hún. Þetta var augljósa. Hann var sterk. Þetta var svo reyður part. Það dó eitthvað inn í Frábært. Nei, ég meina, þú veist, við gerum það allir. Við gerum það. Þú varst á mjög góru leið, Steinþór. Nei, við gerum það allir. Þú átt stelpu. Hvernig heldur hún að vera til? Já, ég veit allt um það. Já, þetta er augljós staðreynd. Þetta er augljós staðreynd. Þetta er augljós. Ert þú allir að fara að gaman þessu núna? Nei, ég er bara að hugsa að þú gætir ekki átt dóttir nema á stundaði kynlíf, fattar þú? Það er mjög augljóst að þú hafið stundað kynlíf. Þannig að það er svolítið til í þessu, eða ekki? Já, frábært. Ég er að tára út að láta þetta að Rikka. Hvernig, má ég aðstaka betta niður og ræða þess? Ég verð aðeins að ræða þetta. Rikki fyrir fílu. Þú ert með störla, nei, augljósa staðreynd hann. Síðustu þetta, eins og að ná stottinu gýr, svo segir að rottur get ekki notað kreditkort að það er ekki handakrættin í og hann gremjar og hlátur. Það var bara svo að bara kveikt á bara einhverjum takka. Málið það sem Rikki er að gera, hann er að sjá þetta fyrir sér. Hann sér rottuna sem er bara, hún finnur ekki veski, hún er ekki með veski. Það er sætt ekki fyndið.
Jú, þú finnst þér ekki fyndið að rotta get ekki, þú sér vísa hvort að rottur lifi hlið. Hvernig var hann að borga? Þú getur það ekki. Okay. Þá komið að augljósri spurningu dagsins. Vonandi ekki á Rikka því að það missur pepparaðin. Nei, ég ætla að beina hana þig. Og Öndi, þú þarft að svara þessu og augljósa spurningin, hún hljómar svona. Hver munurinn á pappaðinum og Donald Trump? Býtu eftir að segja þetta því að þeir eru svo líkir eða? Þeir eru mjög ólíkir menn. Pabbi minn mjög feiminn maður til dæmis. Ég var ekki að leita til því, þeir eru ekki líkir. Já, það náttúrulega endalaus munur, þetta sem ekki kjaftaði Nei, það ekki endalaus munur, alls ekki. Ok, Donald Trump bandarískur, pabbi minn íslenskur. Já, vissulega, en ég ekki að leita til því. Donald Trump forseti Bandaríkjanna, ekki pabbi minn. Mjög góða punktur, en ég ekki að leita til því. Donald Trump moldríkur, ekki pabbi minn. Donald Trump sjónvarpsstjarna, ekki pabbi minn. Þetta er mjög, þetta er borðleggjandi, þú átt að vita þetta. Það myndi taka mig svona 5 tíma að telja upp allt sem er ólíkt með. En ég sverða það að þetta er létt, sko. Donald Trump frægur, ekki pabbi minn. Nei, því miður. Nei, hvað er þetta? Pabbi þinn flugvirki. Rikki þarf alltaf að vera þetta þegar við Nei, þetta er bara, hann actually að gera þér ágætt. Hann að beigja. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Somebody said you got a new friend. Svindum þá, það er mikið að gera. Það þurfa að vera aðeins lengur í dag. Ég gef leifa það. Ég er til í það. Við erum með dagskrárstjóran þetta með okkur. Því að það er búið að plana flottulegakeppni og við getum ekki sleppt henni Mari, hún er rétt á komin. Nei, það væri, sko, fyrir mér að vera eitthvað lengur, bara bring it. Ég var til að vera þetta í allt kvöld. Ég geti talað í þetta. Nei, við getum ekki verið allt kvöld því að við erum að fara upp í Vestló og svo að kynna söngvakeppni. Já, við erum að fara skemmt upp í Vestló. Það er mér reyndar að hlakka mikið til að mæta þangað. Það verður stemming. Ég er góður á marmaranum þar. Við funkar vel þar. Flott að heyra. En við erum með þema í flottulegakeppninni eins og alltaf og Rikki G stakk upp á þemaðin í dag og það væri hvaða lag myndirðu dansa við ef þú værir að strippa. Við tókum bara ágætli í það. Þetta er, ég meina það er svona Chippendale og fleiri hópar sem er að dansa við svona lög. Hvernig ertu að tala um að þetta fara að mæta einhvert það sem er hópu kvenna og þú ert að strippa? Þetta er engadans. Er þetta engadans? Nú, ég sá þetta fyrir mér á einhverju sviði. Ég ætla samt ekki að breyta lag. Engadans. Ég byrjaði síðast, þannig ég ætla að vera í miðun núna. Ég skal byrja þetta því ég átti hugmyndina. Ok, Rikki byrjar og þú ert að tala um engadans, Rikki. Þú ert einn heima að strippa fyrir konuna. Og ég er með mjög góða mjadmarhefingar, ég er með stóra mjadmir og ég myndi hreyfa þær mjög mikið í þessu lagi. Þetta er ómikið upplýsingum, þetta er ekki bara að segja okkur hvað lag út með. Herðu, þetta er lagið Sweet Harmony með The Beloved. Þetta er bara lag sem ég ekki svona heyrt Þetta er rosalegt lag. Sweet Harmony með The Beloved. Hugsiði bara hlustendur að Rikki sé að strippa. Ég myndi ekki beðja fólk um að vera að hugsa þetta Nei, ekki að hugsa það allt og mikið. Bara hlusta lagið. Svo er þetta ykkar höndum 511-0957, fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur. En þetta er sem sagt lagið sem að Rikki G myndi strippa við í enga sjói heima á sér og það er Sweet Harmony með The Beloved. Ég hlakkar bara til að heyra þetta. Og hugsiði bara, þú veist. Nei, ég er ekki að fara að hugsa þig strippa í viðlæðinu. Hafðu engar á að gera því. Nei, núna. Þetta er hækkar. No, it can't be wrong. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Rikki byrjar að dilla sér inn í stúdíónu, þannig að ég ætla að lækka áður en hann fyrir að fækka fötum. Já, fínasta lag, verður ekki að segja það bara? Já, ég sko, jú, þetta var svo sem ekki einhver horror, en þetta var ekki, ég held að fyrir mitt liti þá, ég er að fara að rústa þessum mínu lagi. Ég nefnilega svo fyrir mér, ég verð að fara að dansa upp á sviði, en samt allir alveg að halda laginu, því að ef ég ætti að strippa, þá, þú veist þegar maður er að strippa, þá er maður að dansa. Já. Þú ert að dilla þér svona. Já. En ég meina, þú ert líka og dansa. Þú ert líka að taka í hurðakarminn og svona rassahurðina. Lappan svona standa. Þess vegna var þetta ekkert gríðilega flókið fyrir mig. Ég er ekki góður dansari, en ég kann að dansa einn dans. Þannig að ef ég myndi strippa, þá myndi ég bara slökkva á öllunum einum lampa og setja þetta beint í gang.
Þá það Steindi Junior. Strákar, ég var hreinskilinn. Ég held að ég muni taka þetta fyrir eitthvað léttilega í dag. Já. Mér grunnar það. Hvað færið þú í? Ég myndi henda mér á. Herðu, Hjálmar Örn, Hjammi, uppáhaldsnappari mig var að henda í Steipustöðinni í kvöld. Ég mun gera hlé þar sem ég er að skemmta og sína þáttinn á Breiðtjaldi. Hann fær power í tweet á þetta. Já, ég elska Hjamman. Hann er... Já, ég hvet allan til þess að henda sér á Snapchat í honum. Hann er æðislur. Sko... Þetta er mitt lag sem kemur fyrir í Steipustöðinni. Reyndar ekki í kvöld en í seríunni. En ég valdi lagið ég vil með hljómsveitin Trabant. Nasty Boy. Ætlar að strippa við það. Ef þú hlustar á þetta. Já, þetta er svolítið cool lag. Ef þú hlustar á þetta og ímyndað með mig. Nei, ég vil ekki gera það. Ekki ímyndað okkur ómikið. En ég á 4 að skríða inn í svefnherbergið. Ertu að koma 4 núna? Ég er að koma 4. Þegar kannski eitt svona og svo byrja ég að dansa sko. Ekki alveg strax, þannig var ég svona klóri í vegginn og... Hvernig þetta byrja að klæða úr? Ég væri núna búin að... Ég væri komin þarna eiginlega bara nánast á nærbuxum. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. Kannski var þetta ekki það skemmtilegt þema sko, því að mér er bara óþægilegt að hugsa út í því núna. Nei, þetta grínast, þarna væri ég með rosalega mjamaðhefingar. Ég er að ímynda með Steinda bara núna. Já. Með eðlunin í herbergi, fá sér. Ég var ég að strippa fyrir eðlu. En þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. 511-0957. Fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur þessa keppni. Við skulum sjá hvað hlustendur á að segja. Hvaða lag fannst þeim besta að stripplagi hér? FM, góðan daginn. Hæ. Hæ, hvað segir þú gott? It's a lady. Yes. Hvaða lag, já, gott að fá kvennmann hérna á línuna. Hvaða lag hefur þú viljað sjá strippa fyrir þig? Ég myndi velja Rikka. Rikka, lagið hans. Fannst þið það vera rétt lag í þetta? Já, það var eitthvað svo rólegt og rómantískt samt á sinn hátt. Já, sko, hann er að ná konu atkvæðanum hana. Þetta var vel gert að Rikka, hann spilaði þetta rétt. Rikki kann að lesa kvennfólki, það er... Þetta er vesen. Takk fyrir Rikki, maður spyrja, ætlar að horfa á Steipustöðinni í kvöld? Já, ég er að kláða. Takk fyrir það. Hún er í opinni dagskrá, þú hefur einhver afsökun. Þannig að næstir í hitti, þú getur ekki sagt það. En takk fyrir að ríkja. Ok, takk. FM, góðan daginn. Já, góðan blessan daginn. Hvað segir elsku vinnur? Bara alltaf fína. Hvaða lag fannst þér besta stripplaði? Herri, ég ætla bara að bóka Steinda til mín. Ég var að fara að sjá þetta alveg fyrir mér. Nasty boy. Komið smá blóð í hann. Þannig að... Já, ok. Það fær mitt aðkvæði. Það er hræðilegt að heyra en takk fyrir að ringja. Takk aðeinslega. Ok, ég vissi ég myndi kveiki einhverjum að dúta. FM. Já, sælir. Sæl vinnur, hvað segir þú? Herru, ég segi bara alltaf besta en þið. Gott að heyra, við erum peppar og góðir, sko. Yes, herru, eins óþægilegt að vera að ímynda mér ykkur alla að vera aðeins. Þetta var ábyggilega óþægilegt í liðinu sem hafi verið með hingað til, sko. Ég er mjög sammálaður. Já, þú segir það. Hvað fannst þið skást? Herru, ég var eiginlega að gefa Steinþóri þetta, sko. Þetta var alveg... Steinþóri er að dansa fyrir dudes, sko. Já, sko, málega strákar. Ég held bara að ég gæti nelt þetta við þetta lag. Ekki einn konu sem myndi kjósa það, sko. Hann er komið 2 punta. Þetta var eitthvað svo pimpin lag. En maður fann eitthvað svona, þú veist, þetta var svona þannig... Stop talking now. Ég heyra, ég kom þér til, ég fíla. Ég hef í sárin. Ætlar að kíka á Steipustöðinni í kvöld? Já, sjálfsögum, þetta er opinn dagskrá. Já, ánægði með þið. Takk hjá það, takk fyrir að ringja hennur. Takk fyrir leið. Ok. FM. Halló. Já, bitte. Já, hvað segir þú? Herru. Hvaða lag fannst þið best? Hver er staðan? Staðan... Ég er búin að velja, það er Steindi, en hver er staðan? Hann er núna með 3-1-0, hann þarf 1 atkvæði viðbóð til að vinna þetta. Steindmössin. Já, Steindmössin tók þetta. Grettu pallan. Takk aðeinslega fyrir að... Steipustöðun, þessi tónlist og Steindi maður, jöður þetta saksi. Sko, það er nú náðum mér hérna með Steipustöðunni, það er nú með sama. Stráka, þegar þetta búið, þegar Steindi búið að vinna þetta. spila í lagið. Við gerum það, það er ekki spurning. Það er þetta fáralega góð þáttur. Love you maður. Takk fyrir að ringja unnur. Heyrðu, það er góð gír. Já, það er gír í liðinu. FM. Góður andi.
Býtu fær smooth criminal ekki 1 punkt. Halló? Já, þessi bara dottin út hér. FM. Pocketdæla. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Hvaða lag fannst þið best? Herri, það Steindi. Það hann búinn að vinna þetta. Jæja. Til hamingju. Ég þakka þess að kella fyrir að ringja. Já, takk. Takk. Þar hafið það Steindi Junior vann þetta á laginu Nasty Boy. Og það hægt að bóka mig. Nei. Það er þetta að senda mig mail og ég get komið í veislur og Hvað er konur og kallmenn að borga fyrir að þú komur á strippur? Er að tala fleiga Captain Morgan og hvað er þetta? Að bakja salem? Við getum sagt að ég skoði vel tilbúð. Hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið og Þetta er ekki virka sko, það er bara tónlist á fullu hérna í headphone-unum. Já, það er að því að það er stilt öðru sem ég er með hitta á, við þurfum ekki headphone. Nó, ég skil, ok. Það er ekki hægt að vera með út af að við erum ekki beini.